Og nú ætlum við að fara yfir tímadæmin. Þetta eru dæmi í bókinni. Hér er fyrsta spurning: í hvaða tvo flokka má skipta reiðstraumsvélum? Og það eru samfassavélar og ósamfassavélar. Nú, þriði flokkurinn er enda líka spennubreytar, en þessir tveir flokkar eru fyrst og fremst samfassavélar, það sem er með pólhjól, og ósamfassavélar, sem að þá getum við verið með skammhlaupsmótora til dæmis. Og spurning 2 hérna: hvernig er reiðstraumsrafali segulmagnaður? Jú, við hleypum jafnstraumi inn á spólur segulpóla pólhjólsins og við það myndast segulsvið í spólunum, þannig að reiðstraumsrafalinn verður segulmagnaður. Og af því að pólhjólið, þetta eru í rauninni rafseglar. Og fjórða spurning hérna: ef tveggja pólpara rafala er snúið 90 vélargráður, hversu margar rafmagnsgráður hafa þá myndast í sátrinu? Og við getum séð þetta náttúrulega út frá töflunni. Í eins pólpara rafala sem snúið er 90 vélargráður, þá myndast 90 rafmagnsgráður. En í tveggja pólpara rafala sem snúið er 90 vélrænargráður, þá myndast því tvöfalt fleiri, eða 1090 eða 180 rafmagnsgráður. Og í spurningu 5: af hvaða þáttum ákvarðast stærð spennunnar sem spanast í sátri reiðstraumsrafala? Stærð spennunnar er háð tíðni spennunnar í riðum, sem er í rauninni háð snúningshraða pólhjólsins og pólparafjöldanum, og styrk segulsviðsins og vindingafjölda spólanna í sátrinu. Og sambandið er gefið með jöfnunni fasaspennan, EF, er saman sem stöðullinn 4,44 sinnum tíðnin, F, sinnum segulsviðsstyrkurinn, eða Fmax hérna, og sinnum vindingafjöldi spólanna í sátrinu. Og síðan er hérna á blaðsíðu 122 sjáum við hérna þessa formúlu útskýrða og leita út. Í spurningu 6 spurt er hérna: af hvaða þáttum ákvarðast tíðni framleiddrar spennu? Tíðni spennunar er háð snúningshraða pólhjólsins og pólparafjöldanum. Og sambandið er gefið með jöfnunni F er sama sem P sinnum NS deilt með 60. Þar sem P er pólparafjöldin og NS deilt með 60 er snúningshraði pólhjólsins í snúningum á sekundu, eða þegar búið er að deila með 60 NS ef það er í snúningum á mínútu. Nú, í 7: hvernig eru reiðstraumsrafalar í skipum kældir? Þeir eru oftast loftkældir, þannig að á ási vélarinnar er komið fyrir viftuspöðum sem draga loftið í gegnum vélina eða rafalann. Og þeir allra stærstu reiðstraumsrafalarnir eru þó stundum vatnskældir. Og þá förum við í dæmi 10. Nefndu tvær útfærslur á segulmögnun rafala með sleiturhringjum. Lausn 1: rafali er segulmagnaður með ástengdum jafnstraumsrafala. Í öðru lagi er rafalinn segulmagnaður með því að hluti framleiddrar spennu í rafalanum sjálfum er leiddur inn á kol- og sleiturhringi í gegnum sjálfvirka spennustýringu. Og dæmi 12 hérna: í hvaða 3 flokka má skipta töpum í reiðstraumsrafalum? Og þau skiptast í núningstöp, eirtöp og járntöp. Og núningstöpin, þau orsakast af legu og loftviðnámi,
Og já, í öðru lagi þá eru járntöp sem skiptast í segultregðu og hvirfilstraumstöp og þriðja lagi þá eru eirtöp sem eru straumheiftatöp í spólum eða vöfum vélarinnar og eirtöpin þau aukast með straumnum í öðruveldi. Svo er dæmi 13. Hve hratt þarf 2 pólbara reiðstraumsrafali að snúast til þess að framleiða 50 riða spennu. Og þá setjum við þetta inn í formúluna. NS, samfangsnúningshraði, er sama sem 60 sinnum tíðnin deilt með pólbara fjöldanum. Svo það er F er tíðnin og litla p er pólbara fjöldin. Þá segjum við 60 sinnum 50 riða tíðni deilt með 2 pólbörum og hann þarf að snúast 1500 snúninga á mínútu. Í dæmi 14, 4 pólbara rafali framleiðir spennu með 60 riða tíðni. Hve hratt snýst hann? Þá margföldum við tíðnina 60 rið sinnum 60 deilt með 4 pólbörum. Þá snýst hann 900 snúninga á mínútu. Dæmi 15. Hve mörg pólpör hefur rafali sem snýst 3600 snúninga og framleiðir 60 riða spennu. Þá leysum við þetta út með pólparafjöldin er þá 60 sinnum tíðnin deilt með samfangsnúningshraðanum. Þá er það 60 rið sinnum 60 deilt með 3600 eða það er 1 pólpar. Og í dæmi 16 þá er reiðstraumsrafali í vatnsaflsvirkjun hefur 10 pólpör og snýst 300 snúninga á mínútu. Hver er tíðni framleiddrar spennu? Hér er þetta pólparafjöldin, hann er 10 pólpör og snúningshraðinn er 300 snúningar á mínútu. Þá setjum við þetta inn í formúluna og einangrum tíðnina frá og það er samfangs snúningshraðinn sinnum pólparafjöldin deilt með 60. Við erum með 300 snúningar á mínútu sinnum 10 pólpör deilt með 60 og þá fáum við 50 riða tíðni sem að þessi rafali framleiðir. Nú, dæmi 17, 3 fasa rafali, hann er merktur 25 kVA og spennan er 220 volt við deltatengingu, þrítengingu, en 380 volt við stjörnutengingu, hérna takum stjörnu. Hver er hámarksstraumur sem rafalinn getur gefið af sér við annars vegar deltatengingu eða þrítengingu eða í B-lið við stjörnutengingu? Nú reiknum við þetta út við þrítengingu. Hér er ástimplu afkastageta 25 kVA, það er sýndaraflið. Og fyrir 3 fasa vél þá er sýndaraflinu lýst með þessari formúlu hérna. S er sama sem rótin af 3 sinnum U sinnum I og við erum með þrítengingu þannig að spennan er 220 volt. Og þá segjum við einangrum strauminn út úr formúlunni og segjum sýndaraflið deilt með spennunni og rótin af 3. Og sýndaraflið var 25.000 voltampere og deilum með 220 volta spennu og rótin af 3. Og við fáum 65,6 ampere. Það er straumurinn við þríhyrning, en við stjörnutengingu þá er spennan 380 volt, hærri spenna, en þá fáum við lægri straum. Straumurinn er þá sýndaraflið sem er 25.000 voltampere deilt með 380 volta spennu og rótin af 3. Og þá fáum við miklu minni straum, 38 ampere við stjörnutengingu. Þá er það dæmi 18, 3 fasa rafali, hann er merktur 300 kVA, 50 rið, fasaspennan er 220 volt og hann er tengdur í stjörnutengingu. Það er spurt hér fyrst, hver er málspenna rafalans? Ef fasaspennan er 220 volt, þá er heildarspennan fasaspenna sinnum rótin af 3. Það þurfum að æfa okkur á til þess að vera alveg viss. Og
hér er búið að lista upp þessar stærðir. Fyrir stjörnutengingu rafal gildir að aðalspennan er fasaspennan sinnum rótina 3. Og þá er það 220 volt sinnum rótina 3 og þá fáum við 380 volt. B-liður, hver er málstraumur rafalans? Að þá einangum við strauminn og segjum sýndaraflið sem var 300.000 volt ampere deilt með rótina 3 og spennunni 380 voltum og þá fáum við 455 ampere. Svo kemur dæmi 19. Þar erum við með rafala sem er merktur 500 kV ampere. Spennan er 230 volt, þrýting og 400 volt í stjörnu og 50 rið. Hve stór þarf aflvél rafalans að vera ef nýtni hans er 0,88? Og þá getum við notað nýtniformúluna í þessu tilfelli því að við vitum aflið út en við vitum ekki aflið inn en við vitum nýtnina sem er 0,88 sem er gefið í dæminu. Og þá reiknum við aflið inn hérna, P-in er sama sem aflið út deilt með nýtnitölunni. Það er sem sagt 500 kV deilt með 0,88, við fáum út á 568 kW sem er aflið inn frá aflvélinni. Þetta hérna er afvélin og skýringamyndinni, þannig að við þurfum 568 kW hérna inn á rafalan til þess að fá út 500 kW rafafl út af rafalanum. Og þá er það í B-lið að við erum að teikna skýringamynd sem sýnir rafalinn í stjörnutengingu annars vegar og þríhyrningstengingu hins vegar. Og við erum að teikna hérna stjörnutengingu og þar erum við með aðalspennu, þetta reikna hana út með því að margfalda fasaspennuna með rótina 3. Og aðalstraumurinn og fasastraumurinn er samt sama talan í stjörnutengingunni. En í þríhyrningstengingu þá erum við með aðra reglu. Það er sú regla að hér er aðalspenna og fasaspenna sama spennan, eða 230 volt til dæmis. En fasastraumurinn er hins vegar aðalstraumurinn deilt með rótina 3. Og þá förum við í næsta dæmi hérna. 20. Rafalegi vatnsafsökun er merktur 6000 volt, 50 rið og 1,2 megavolt ampere sýndaraflið. Rafalinn er 3 fasa og hefur 12 pólpör. Hver er hámarksstraumur rafalans? Þá skrifum við upp allar upplýsingar sem eru gefnar í dæminu og reiknum út strauminn. Það er sýndaraflið, það er hérna 1,2 megavolt ampere deilt með 6000 volta spennu og rótina 3 og við fáum straum sem er 115,5 ampere. Svo er spurt hver hratt þarf rafalinn að snúast því að hann er með 12 pólpör. Þá segjum við, hann framleiðir 50 rið hérna og segjum við 60 sinnum 50 deilt með pólpara fjöldanum sem 12 og hann þarf að snúast 250 snúninga á mínútu til að framleiða 50 rið. Og þá er það dæmi 21 hérna. Hér er 3 fasa rafali, hann er merktur 240 kV ampere. Spennan í þrýting er 220 volt, það er lægri spennan. Spennan í stjörnu 380 volt, hærri spennan. Tíðnin er 50 rið sem hann framleiðir. Hvernig á að tengja rafalann ef hann á að skila 3 fasa 220 volta spennu? Við þríhyrningstengingu þá gefur rafalinn 220 volta spennu.
Það er lægri spennumerkingin hérna. Það er þrívíddarstengingin. B. Hver er snúningshraði rafalans miðað við að hann hefur 4 pólpör? Þá setjum það inn í formúluna fyrir samfasta snúningshraðan ns og segjum við 60 sinnum tíðnin, 50-rið, deilt með pólparafjöldanum sem er 4 pólpör og fáum 750 snúninga á mínútu sem það þarf að snúast til þess að framleiða 50 rið. C-liður. Ef tíðni spennuna er 5% lægra en kjörgildi, hver er þá snúningshraðinn? Þá er tíðnin 0,95 sinnum 50 riðin, fáum við 47,5 rið sem að tíðnin fer niður í við 5% lægra kjörgildi og þá reiknum við út snúningshraðann við þau skilyrði. Þá segjum við 60 sinnum 47,5 rið, deilum með 4 pólpörum, þá fáum við 712,5 snúninga á mínútu sem hann fer niður í. En sem sagt, tíðni má samkvæmt reglugerð að breytast 5% í lengri tíma og þá er þetta gildið á snúningshraðanum. En tíðni má bara fara niður í 10% frávik í mjög stuttan tíma og það er sjálfsagt skilgreint betur annar staðar. En það er kallað bara stuttan tíma í reglugerðinni. En næsti lið ég hérna, hver er málstraumur rafalans miðað við 220 volt og við vorum með 240 kVA sýndarafl, 220 volt já, og þá deilum við 220 volta spennu og rótina 3 upp í 240 kVA og straumurinn er þá 629,8 ampere. Hve miklu afli skilar rafalinn á net miðað við að aflstöðull aflsins sé 0,76. Þá notum við þriggja-fasa raunaflsformúluna P sama sem rótina 3 sinnum U sinnum I sinnum kosinus φ. Þá sjáum við hérna rótina 3 sinnum 220 volt sinnum straumurinn 629,8 ampere og sinnum 0,76 cos φ. Og þá fáum við 182,4 kW. Þetta er raunaflið sem að rafalinn skilar inn á net miðað við þennan raunaflsstuðul 0,76. Já, þá er það dæmi 22. Hér eru rafalar í Hraunavafossvirkjun sem eru 3. Þeir eru merktir 81,5 megavolt ampere. Spennan sem er framleiða á er 13,8 þúsund volt og tíðnin er 50 rið. Og í A-lið er spurt hve mikið straum getur hver rafali gefið af sér. Og þá reiknum við það hérna. Sýndarafl í hverjum rafala er 81,5 megavolt ampere og deilum upp í það með spennunni 13,8 kV og rótina 3 og þá fáum við 3,4 kA. Í B-lið þá er spurt hvert er heildarafl virkjunarinnar ef reiknað er með aflstöðlunum 0,8. Þá þurfum við að margfalda með 3 því að þetta er heildarafl virkjunarinnar, þetta er 3 rafalar. 3 sinnum sem sagt, rótina 3 sinnum U sinnum I sinnum kosinus φ sem er 0,8. Þá eru það 3 rafalar sinnum rótina 3 sinnum spennan 13.800 volt sinnum 3400 ampere og sinnum raunaflsstuðullinn 0,8. Þá fáum við 195 megavött sem að þessi virkjun framleiðir. Og svo er spurt hve mikið launafl myndi virkjunin framleiða við þann aflstöðul.
0,8 er raunaflsstuðullinn þá. Við skulum athuga hvaða fasvikshorn er þar á ferðinni. Þá segjum við kósímíns fyrsta af 0,8 og við 36,87 gráðu fasvikshorn. Tökum sínusinn af því horni og þá fáum við 0,6. Og þá getum við reiknað launaflið. Það eru 3 rafalar, 3 sinnum rótina 3 sem við sinnum sínusinn af horninu, sem sagt 0,6. Það er sem sagt 3 rafalar sinnum rótina 3 sinnum 13,8 kV sinnum 3400 ampere sinnum 0,6 sem sínusinn af horninu. Þá fáum við 146 megavolt ampere reaktív. Í D-lið er svo talað að snúningshraði rafalanna er 300 snúningar á mínútu. Hve mörg pólpör hafa þeir? Og þá finnum við það með því að einangra pólpörinn í formúlunni. Segjum 60 sinnum tíðnin deilt með samfassa snúningshraðanum. Segjum 60 hérna sinnum 50 deilt með 300 snúningum á mínútu. Og þá fáum við 10 pólpör sem að þessi rafalar eru með í pólhjólinu. Og í E-lið þá að reikna strauminn í einum rafala miðað við 45 megavatta lestun og aflstöðulinn 0,72. Þá setjum við það inn í formúluna, einangrum strauminn. Þá er það 45 megavatt deilt með rótina 3, spennunni 13.800 voltum og raunaflsstuðulnum 0,72. Og þá fáum við 2,6 kA rúm. Í F-lið, hvert er sýndarafl rafalans í lið E? Og sýndaraflið er þá rótina 3 sinnum Ö sinnum Y. Og þá er það rótina 3 sinnum 13.800 volt sinnum straumurinn 2615 ampere. Og þá fáum við 62,5 megavolt ampere. Og hvert er launafl rafalans í lið E? Þá finnum við fasvikshornið út frá raunaflsstuðulnum 0,72, þess kósímínus fyrsta af 0,72, fáum 43,95 gráður og tökum sínusinn af því horni. Þá fáum við sem sagt 0,694 sem sínusinn á horninu sem við þurfum að nota við að reikna launaflið, Q-ið. Þá hafum við hérna formúluna fyrir launaflið. Það er rótina 3 sinnum spennan 13.800 volt sinnum straumurinn 2615 ampere sinnum sínusinn á horninu 0,694. Þá fáum við 43,4 megavolt ampere reaktív launafl. Svo að gera aflvaktarmynd í kvarða samkvæmt þessu dæmi og hún er hérna. Hérna er sýndaraflið 62,5 megavolt ampere. Raunaflið hérna er 45 megavatt. Fasvikshornið er hérna 43,96 gráður og launaflið er 43,4 megavolt ampere reaktív. Þá er það dæmi 23. Skipsrafali er 3 fasa 440 volt, 656 ampere og 60 rið. Hvert er sýndarafl rafalans? Þá er S-ið fyrir sýndarafl. Það er 3 fasa rótina 3 sinnum spenna sinnum straumurinn. Spennan 440 volt og straumurinn 656 ampere. Og við fáum sýndaraflið 500 kV ampere. Rafalinn er með 2 pólpör. Hver er málhraði hans? Hann er með 60 rið, hann er að framleiða 60 rið. Þannig að þá finnum við út hérna málhraðan, NS, þá er það 60 sinnum tíðnin, 60
rið deilt með tveimur pólpörum, þetta hérna 2 pólpör, og þá fáum við 1800 snúninga á mínútu. Svo er það C-liður. Við álag gefur rafalinn aflið 273 kW við 459 ampere. Hver er afstöðullinn þá stundina? Þá er þetta listað þess sem er gefið upp í dæminu og við einangrum raunafstöðulinn úr formúlunni og segjum raunaflið hérna P 273 kW deilt með spennunni 440 voltum, strömmnum 459 amperum og rótina 3. Þá fáum við raunafstöðulinn 0,78. Þetta er einingalaus stærð. Nú, samkvæmt reglugerð þá má vera 5% hámarksfrávik á tíðni í lengri tíma. Reiknaðu efri og neðri mörk snúningshraða affjárinnar. Og við finnum hérna fyrst efri og neðri mörk tíðninnar. Það er sem sagt 57 rið eru neðri mörkin og 63 rið eru efri mörkin. Og við neðri mörk þá fer snúningshraðinn niður í 1710 snúninga á mínútu en við efri mörkin þá fer snúningshraðinn upp í 1890 snúninga á mínútu. Í dæmi 24 höfum við 3 fasa skipsrafala sem er merktur 1500 kV ampere. Spennan í þríhyrning er 220 volt, spennan í stjörnu er 380 volt og tíðnin á netinu er 50 rið. Hvernig á að tengja rafalann ef hann á að skila 380 volta spennu? Það er hærri spennan og það er stjörnutengingin. Sem sagt við stjörnutengingu skilar rafalinn 380 volta spennu. B-liður. Hver er snúningshraði rafalans ef hann er búinn 3 pólpörum? Þá reiknum við snúningshraðann, þá er það 60 sinnum tíðnin 50 rið, deilt með pólparafjöldanum 3 og þá snýst hann 1000 snúninga á mínútu. C-liður. Hver er málstraumur rafalans miðað við 380 volt? Þá setjum við sýndaraflið. Það var 1500 kV ampere deilt með spennunni 380 voltum og rótina 3. Straumurinn er 2279 ampere. Hve miklu afli skilar rafalinn út á net með fullt straumálag þegar afstöðull álagsins er 0,7? Og þá reiknum við út raunaflið. Þá er það rótina 3 sinnum spennan 380 volt sinnum straumurinn 2279 ampere sinnum raunafstöðullinn 0,7. Þá fáum við 1050 kW eða 1 megawatt. E-liður. Hvert er raunafl rafalans miðað við álagið í lið D? Launaflið er þá fundið þegar við erum komin með allar upplýsingar en okkur vantar sínusinn af horninu. Og raunafstöðullinn er 0,7, þess vegna fáum við hornið hérna fyrst, kós í mínus fyrsta af 0,7, þá fáum við fasvikshornið 45,57 gráður og tökum sínusinn af því horni, þá fáum við 0,714. Og þá er að reikna á launaflið, það er rótina 3 sinnum spennan 380 volt, sinnum straumurinn sem er 2279 ampere, sinnum sínusinn af horninu sem er 0,714 og þá fáum við hérna 1071 kV ampere reaktív. Og þá er það F-liður. Hve mikið ásafl fær rafalinn við fulla lestun og ef að raunafstöðullinn er 1, ef nýtni hans er 0,85.
og þá finnum við aflið út miðað við þessi skilyrði. Þá erum við með rótina 3 sinnum spenna 380 volt sinnum straumurinn 2279 ampere og raunaflstöðullinn er 1. Þetta er bara raunafl sem álag. Þá fáum við 1500 kW. Þannig það er aflið út. Og þá þurfum við að athuga hve mikið afl þarf rafalinn að fá í formi ásafls inn. Hvað það aflið inn að vera. Þá reiknum við það svona, aflið inn er sama sem aflið út deilt með nýtni tölunni 0,85. Og þá er það 1500 kW deilt með 0,85 og þá fáum við að það þarf að fá tilfært afl 1765 kW. Aflið inn sem sagt. Og þá erum við búin með dæmi 24. Þá er það næsta dæmi sem að er 25. Og það er 3 fasa skipsrafali. Hann er meðal annars merktur 2 megavolt-ampere, 440 volt spenna og 60 reyða tíðni. Að reikna málstraum rafalans. Þá skrifum við upp það sem er gefið í dæminu og einangrum strauminn í sýndaraflsformúlunni. Sýndaraflið er sem sagt 2 megavolt-ampere. Deilum með spennunni 440 voltum og rótina 3. Þá fáum við strauminn 2624 ampere. Hve mikið raunafl framleiðir rafalinn við 3/4 straumlestun og raunaflstöðullinn er 0,8. Þá finnum við út hvað er 3/4 straumlestunar. Þá er það 1968 ampere. Og reiknum þá raunaflið P. Það er rótina 3 sinnum spennan 440 volt og sinnum þessi lægri straumur 1968 ampere og sinnum raunaflstöðullinn 0,8. Og þá erum við að fá hérna 1200 kW eða 1,2 megawatt. Og í C-lið, hvert er launafl rafalans miðað við álagið í lið B? Og við verum með hérna raunaflstöðullinn 0,8. Finnum hornið með því að segja cosínus fyrsta af 0,8. Fáum 36,87 gráður. Tökum svo sínusinn á horninu og þá fáum við 0,6. Og Q-ið, launaflið, er þá rótina 3 sinnum spennan 440 volt sinnum straumurinn 1968 ampere sinnum sínus af horninu 0,6. Þá fáum við 900 kV-ampere reaktív launafl. Og þá er það liður D. Hvert er sýndarafl rafalans miðað við álagið í lið B? Þá höfum við strauminn, spennuna á rótina 3, margföldum þetta allt saman. Rótina 3 sinnum 440 volt spenna sinnum 1968 ampere. Og þá fáum við sýndaraflið sem 1500 kV-ampere eða 1,5 megavolt-ampere. Síðan eigum við að reikna fasvikið miðað við lið B og fasvikshornið vorum við búin að reikna út áðan en þá sjáum við að það er cosínus fyrsta af 0,8 eða 36,87 gráður. Og þá erum við búin að fara yfir það sem við ætluðum að fara í á tímadæmum fyrir próf 1 úr rafalanum.